Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 16. mars og FM 95 Blöður hafið göngu sinna þennan föstudaginn. Það ekki fullmánaði bátur en það rosalegu gestastjórnandi mætturinga í stúdíuð. Hann var hér í, cirka 1,5 ára hverjum einasta miðvikudegi. Góður vinur þáttarins, ég veit ekki hvað hann kallaði sig núna, síðast ég talaði við hann, þá kallaði hann sig PJ Sig Fusion. Pétur Jóhann Sigfússon, hvernig hefur það? Ég komið í sæl og blessu, ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon, óttast kallaði Pétur Jóhann Sigfússon og ég ætla ekki að breyta því, við ætlum ekki að breyta því sem virkar. Komið í sæl og það heiður og gleði og hamingja að fá að vera þetta með ykkur. Steindi, gaman að sjá þig, vinur minn. Vá, hvað er gott að sjá þig. Það heyrist rosalega illa í þér, Steindi. Já, heyrist ekki. Steindi Junior. Já, sko, Wow. það ekki kveiktaður. Það heyrist í Pétri, það heyrist ekki í þér. Heyrist í mér? Já, það heyrist í þér, það einhver að koma Það er ekki það. og laga þetta, því að þið eigi að vera báður á þessum hérna. Ég kem bara yfir til Péturs. Hvað, þarftu ekki bara að renna upp einhverjum sleða, veitu? Hann er uppi. Hann er uppi. Já, þú meinar. Herru, hoppaði fram og náði völu, ég skil ekki hvað er í gangi. Nei, við erum flottir svona. Við deilum mæk, við erum þannig menn. Annars erum við með rosalega þátt hérna, handa ykkur á þessum. Ég verð samt að spyrja því að ég minna í kringum þig, Pétur, hvernig hefur það? Ertu ekki góður á þessu föstudegi? Ég geggjaður sko. Þetta er bara, ég náttúrulega, þegar þú hringdir í mig í gær, þú hringdir í mig í fyrradag og spurði hvort ég verið til. Þá var ég svo glaður maður. Það er svo langt síðan þú hringt. Það er líka bara svo langt síðan þú verið með okkur í þessu þætti. Þetta er bara eitthvað skrítið blöð. Þetta er farið að vera eitthvað skrítið. Ég er farin að halda að þetta sé eitthvað persónulegt. Við viljum alltaf hafa þig. Nei, ég veit að þið, þú veist, þetta er eitthvað persónulegt gagnvart mér. Gagnvart þér? Já, ég held að þú sett eitthvað, þú veist, er ég eitthvað... Já, hann flögin. Þarna ertu komin inn, maður. Það er komin tæknimaður og hann græði þetta. Þú verður að fara að læra. Það eru komin nýjir pakkar hérna, maður. Nýjir Það er alltaf verið að breyta þessu stúdíu. Já, ég er ekki tæknimaður. Ég get alltaf skipt peru. Ég er búin að koma staði á hverju það er. Og fólk sá það kannski inn á FM 95 Blå snappinu í gær. Faðir minn, hann getur ekki tengt þvottavél. Ekki kann ég það, en nú veit ég á hverju ég kann það ekki. Hitti blöð með allt niður. Getur hann ekki tengt þvottavél? Nei, hann er verri en ég. Það er tvennt sem þú þarft að gera. Þú þarf að stinga hann í samband og setja rörið, affallið bara inn í rör. Já, það var verið að reyna að útskýra það í gær. Það er svo ekki að teipa og vissinast og ég treysti mér ekki þetta. Nei, þú bara ert með svona gúmmíhring og bara... Ert þú handyman á heimilinu, Pétur? Nei, þú veist að tengja þvottavél, þetta er ekki einu sinni. Þú þarf líka bara að skrúa náttúrulega, hún þarf að fá vatnið úr krana. Já, byrja áðanast að tala tvennt. Samband og nú er þetta bara major vesen. Nei, þetta er bara þrennt. Sorry, ég ruglast, þetta er þrennt. Nei, þetta er bara, sko, þú stingur í samband, það kunna það allir. Síðan þarftu að hugsa bara að hún þarf að fá vatn inn á sig og losa sig við það. Skilur, það er bara... Hljómar er svo tvörur. Nei, það er krani sem að skaffa henni vatn. Já, kranin, já. Og svo er röð sem hún tekur. En á heimilinu, sérðu allt svona? Nei, já, svoleiðis. Þú ert alveg handy. Já, þú veist, ef það þarf að draga nýtt rafmagn í hús, ég get það ekki. Nei. En ég get skipt peru. Málið er að Sigrún hefur síðan þetta hjá okkur. Hún var að vinna í ljósatildinni í húsasmiðinu á sínu tíma. Já, geggja, Hún var að vinna í húsasmiðinu. Já. Hvað gerir þú þá á heimilinu, Steinþór? Ég svona reyni, ég panta pítsur og fer í ríkið og ég reyni bara að vera að fyndin á kantinum. Já, það er bara nóg. Þú er svona trúður bara. Ég get alveg skipt batteri í reikskennina, en ekkert mikið meira, sko. Er það ekki svona kuppabatteri? Já, svo er ég. Hvað er að gerast í þessum þættistöfum? Nú erum allir tengdir og getum talað saman. Hvað er að gerast þetta? Við erum með rosalega þátt. Við ákvæðum náttúrulega að rifja hérna upp dagskrárlið sem er legendary með honum Pétur Jóhanni Sigfússyni og það er Hvað segir Kjellin? Nefnum hann þurfti að breyta rödd í dag og ég hafði mjög gaman að þessu. Er það? Já, þetta var yndislegt og við spilum það hér á eftir. Svo fórum við líka í dagskrárlið með Pétri sem heitir að koma en orðum og nú voru það orð úr bíómyndu sem hann þurfti að koma inn í samtöl. Og það hefnaðist virkilega vel líka. Við fórum alltaf í karaoke á miðvikutum og það var einhver pælinga fyrir karaoke núna. Já, ég er til. Mjög til, og bara opna fyrir síman og lefa hlustundum að velja og ætti að tala alveg í karaoke keppni. Já, við þurfum þá samt að þarf að vera þema eða má maður bara velja hvað sem er. Eða hafa bara hvað sem er. Af hverju þarf alltaf að vera þema? Það er ekkert alltaf. Við skulum ekkert flækja þetta er bara karaoke keppni af gamla skólanum. Við veljum bara okkar lög og við syngjum þau. En ætlum við að taka heilt og lag hver fyrir sig? Þetta bara fer allur þátturinn í þetta. Nei, við höfum verið að taka kannski 90 sek. Já, þetta er 90 sek. Nei, við höfum aldrei þetta ekki heilt lag, Pétur. Þetta er bara sömu reglur og þú varst hérna á miðvikutum. Já, ég bara, það er svo óbúslega langt síðan ef ég fengi að koma í hennan blessaða þátt. Svo erum við með... Það er múin að gleyma öllu. Svo erum við kortmyndur frekar. Sverri Bergmann mætir hérna eftir með splunkunýtt föstudagslag.
Þannig að, sko, það hefur ekki verið föstudagslag lengi og það hefur ekki verið Pétur Jóhann lengi. Við erum með algjöra veislu hérna. En hvar er Gils? Gils er á Sundlaugarbakkanum núna á Tenerife. Ég held að hann og Rikki séu í svona pappaferð skástrygg fyllirísferð. Já, ég sko Þeir virðast alltaf verið í því einhvern veginn. Gaman á að koma inn á þessa ferð. Því að í dag, fyrsta skipti í langa tíma, verður brakandi fest íslenskt slúður. Já, það er að koma aftur. Og það er maður í þessari umrættu ferð í slúðurinn í dag. Nú er það Egill? Það er ekki Egill. Er það Rikki? Það er Rikki. Er Rikki í slúðrinu? Því miður, já. Það kemur ekkert óvart, eins, sko, mér þykir hrikalega væntur Rikka og bara einn af mínum betri vinnum. Kemur ekkert óvart að hann verið búin að vera að setja skammarinn á Tenerife. Já, hann er búin að vera. Hann má ekki þefa maltappa, þá er hann fullur, sko. Ég veit það, og hann var að halda upp á afmælið sitt þarna núna fyrir stuttu. Já, gerist eitthvað þar. Alþjóð veit, og ég er búin að vera miklu sambandi við Egil og ég er með hérna upplýsingar sem ég þarf að koma í beina útsendingu sem allra fyrst. Svo er líka spurningakeppni Gilsarans og Egil samdi spurningarna sjálfur og þær eru á ykkur. Já, þú ert að taka bara frá Tenerife. Já, hann sendi þetta í tölvu áðan, vann þetta á Sundlaugarbakkanum, setti mér sem mynda sér á Twitter þegar hann var að því. Þannig að þið með ekki vera reiðið mig, þetta eru spurningar frá honum. Já, ok. Þannig að, já, bara eins og þið heyri þá erum við með vel þéttan þátt. Ég er kvíðinn fyrir þessu, málið það, ég er kvíðinn fyrir spurningkeppni þegar hann er í stúdíónu, hvað þá þegar hann er ekki á landinu og það er ekki að taka ábyrgð á þessu. Nei. En þú segir Rikki gefar íslenska slúðrunu. Er einhver annars líka? Já, ég get nú ekki fara að segja kannski frá öllum sem er í slúðrunu, en jú, það var kannski allt í lagi að segja frá einum hérna, en það er Gylfi Sigurðsson, fótboltakappi. Hann er í fyrsta skipti í slúðrunu og hann var að slasa sig núna fyrir stuttu eins og hann er meiddur og er þá að sinna sínu helsta áhugamála með hann. Það er spennandi. Mjög spennandi. Það er bara þannig. Safaríkt. Já, þetta er safaríkt og það er safaríku þáttur og þar sem að enn og 16. mars og eina mínum uppáhalds, hún Karitas, frænka mín, hún á afmæli í dag. Ég ætla að senda henni, já, bara bullandi afmælisgauður. Safaríkt og seiðandi kannski. Já, hún er 10 ára og einn mesti snillingu sem ég kynst. Safaríkt og seiðandi á eina 10 ára. Já, ég var að meina þátturinn. 9-5 blöð. Já, safaríkur og seiðandi í dag. Eða ekki líka fyrst við erum að senda hérna afmælisgauður á frænkur, þá ekki bara byrja á sín okkar. Það er ekkert að þessu lagi. Það heitir Aldrei heim, Aron Kahn og já, bara við erum í stuði og vonandi þið líka, kæru hlustendur. FM 95 blöð með ykkur ég heiti Pétur Jón Sigfússon, eflaust einhverjir sem að hafa keyrt út í kant akkurat þegar þeir heyrðu mína rödd hér, en það er góð og gild ástæðan fyrir því. Okkar ágæti Gilsinegger er erlendis og ég steig inn í staðinn eins og ég segi Pétur Jóhann Sigfússon hér. En auðvitað blöð og Steindi eru ekki í land undan. En ertu bara að kalla í dag Pétur Jóhann Sigfússon? Nei, ég ákvað bara að vera ekkert að breyta því sem virkar, sko. En hvað kallar þið í Suður-Ameríku? Í Suður-Ameríku? Já. Meinar þú, það er erfitt að segja Pétur Jóhann? Já, bara Peter. Nei, já, Peter. Ekki PJ eða? Þetta er allt í svo mikill móðu, Suður-Ameríka. Já, maður ekki eftir helg. Nei, já, Peter. Peter. Já. Já, ekki Hvað? Ég veit hvað þú kallaði Peter. Nei, já. Við ætlum að fara hér í slúður. Já, mér grunaði það nefnilega. Já, ég ætla að byrja slúðrið á En við erum væntanlega með einhvern inngang inn í slúðrið, ekki? Já, ég byrjar. Já. Ok, vilt þú vera með hann? Innganginn? Já, ég er ekki með innganginn í hann. Ertu ekki með inngang á slúðrið? Nei, þú mátt taka hann. Hefur aldrei inngang. Hæ? Það hlýtur að vera inngangur. Það hlýtur að vera inngangur, þú ert búin að vera hérna alla föstudaga og það hefur aldrei verið inngangur. Ertu ekki með, já, slúðrið þegar á FM 95 FM og eitthvað svona? Nei, takk þú það bara. Já, ok. Slúðrið hér í FM 95 FM. Takk fyrir það, það er komið að slúðrið og ég ætla að byrja á Selena Gomez og Justin Bieber. Já. Þau virðast ekki ætla að, já, svona... Þau virðast ekki ætla að halda saman. Þetta sleftu með dæmi? Já, þetta er svolítið þannig því að þau eru hætt saman aftur. Voru sem sagt byrjuð að hittast en eru aftur hætt saman en segjast núna að vera they're taking a break. Þau vil ekki beina þessu alveg hætt saman. Ég bara vissi ekki að þau væri byrjuð saman. Jú, ég var nú búin að fjalla með það þættinum, þannig að það er gaman að skuli fylgjast með því. Nú, hættu þau ekki saman fyrir einhverjum 6-7 árum? Jú, og svo byrjuð svo aftur. Já, byrjuð svo aftur saman. En það sem er að gerast eins og núna er að Justin Bieber, hann er verulega trúaður. Og hann er ekkert í vísindakirkjunum neitt þannig, hann er bara það þýðir að hann sé að reyna að hætta á kókaini. Hann bara vel Christian. Það er alltaf svona, ef menn takk upp allt í einhverju öfgatrú, sko,
skyndilega þá þeir búin að vera í vesenni sko. Það hringi alla bjöllur þar sko. Já, er það ekki bara því að búið mikið að gera hjá hann er bara næstum farið yfir Nei, hann er bara komin beint í eiturlit hann er komin á bullandi dælu myndi ég halda Já, og svona á hliðalínunum er hann ekki bara 14 ára eða 16 ára? Nei, hann er ekki endalust hann er að verða 30 strákurinn Nei, hann er 25 ára Það er 25 ára Svakalega líður tíminn Mér finnst eins og hann hafi bara skotist upp á stjörnuhimminum bara í fyrra Já, hann er eftir orðið fullorðið maður Pétur, hann eldist eins og þú Já, ég eldist reyndar ekki mikið en takk samt Það er sko Hann er í vesinni, ég get lofað En svo í klárið slúrið að þá sko, hann hefur smitað þetta yfir á Selínu Gómez því eins og við sjáum hérna myndum hún lappar með biblíu allt sem hún fer núna það er mjög snudd þannig að það er mjög snudd hjá henni hérna var hún að lappa inn á Nobu sem er veitingastæður og í Malibu og hélt þá á The Everyday Life Bible og hvað er þetta? Er þetta kristin trú sem er að þvælast í? Þau eru bara mjög kristin sko málið það ég held að kristna trúin sé í bullandi sókn þess að Já, fólk er í nánu sambandi við drottinn Heldur margir búin að yfirgefa kirkjur og yfirgefa trúna og þeir hafi bara hreinlega þurft einhver selef til að vera með biblíuna sko. En eru þið trúaðdrengir? Nei, ég get ekki sagt það Þú trúir ekki á JC? Nei, ég trú ekki á hann ég trúi náttúrulega ég trú á sjálfa mig sko það er ekkert annað maður Ég trú á ykkur og trú á mannfólk og Trúir á hið góða í manninum Ég trú á hið góða í manninum Ég vil nú meina að sé hérna ég vil nú alltaf Ég vil ekki útiloka að sé til nú eitthvað gott Nei, þú þarf ekki að fara að grenja þetta í mikrofónu Ég spurði bara hvort þú trúir á Guð Ég er náttúrulega pressónur sko Ég á mjög náið samband Já, auðvitað Hvað segir þú? Tölum saman á hverju meinasta degi og hann Trúir á kallina þetta? Já, og við hérna komist að ákveðnu samkomulagi ég og hann Já og það samkomulega hefur verið virt á báða bóa alveg til dagsins í dag og hvernig virkar það? Það virkar bara þannig að hann ég fæ að ganga minn veg og hann gengur sinn veg það er mjög gott samkomulag það svipað og ég með held ég er með meira slúður Kendall Jenner, hún er með tattu á undarlegum stað hver er það aftur? Það er fyrir sætan hann á raunveruleikastjarnan hún er Keeping Up with the Kardashians á pjöllun eða? Nei, hún er ekki með það þar Steinþór, hún er með það inn á vörinni orðað er einhvern veginn svona eins og hún er með tattu á innanverðri vörinni og þar let hún flúra orðið mjá eins og kettirnir segja en hún sagðist að það verið undir áhrifum áfengis þegar hún hendi þetta tattu og hún á ekki von á barni og hefur ekki áhuga á eignast barn á næstunni eins og allir aðrir í fjölskyldunni það eru allir eignast barn í kringum hana Let hún það fylgja með svona þannig að það er allir eignast barn í kringum hana Þú varst að fáið tattu ég fekk með mjá og svo hef ég ekki neitt huga á því að eignast barn ekki máli á ég skrifa það líka maður tafa það eftir mér hún var bara í viðtali og ég er að taka svona það sem kom fram í viðtalinu ekki máli svo er eitt í lokin sem að ég vissi nú ekki eins og þessi vitlýsingu væri á landinu en piparsveitnin úr The Bachelor Ari Lundig og unnusta hans Lauren Burnham þau voru á Íslandi en þau eru farin þetta hann er vist umdeldur piparsveitnin Ari Lundig umdeldur fyrir hvað, kemur það fram? Nei, og horfðu þig að kosta þetta eða? Hvað þetta? Bachelor? Já. Nei, menna einhver tíma. Þetta var vinsælt. Í gamla dag, eða svona á sínum tíma. Já, en þetta er komið á 15. seríu eitthvað, þeir eru alveg hættir að horfa núna. Já. Þannig að þið veit ekkert hvernig þetta er. Nei, ekki drullu saman. En sko, en akkur eftir ekki að fjalla frekar sko eins og hann Brian Cranston sem er hann er á landinu líka. Hann er á landinu og var að Eric Cantona er á landinu. Já, og Ronaldo líka. Já, hann var daginn, hann er farinn, en það er rosalegt fyrir United aðdáendur að hafa fengið 2 sjöur hérna á stundum tíma, Ronaldo og svo Cantona. En þú veist að Cantona er að verða frægari fyrir leik í bíómyndum heldur en fótbolta. Hann er náttúrulega aldrei frægari, en hann er geggjaður leikari. Hann er geggjaður leikari. Hann er mjög vanvittur leikari. En málið er að þessi sem Brian, já, hann var að tannbursta sig með fótakremi, lásuðu það? Já, ég sá það á nútímanum. Það var það er út um allt. Sveppakremi? Hann var á hóteli og fann eitthvað svona sveppakrem og burstaði tennurnar með því. Það er fyrir lengra konar. Já, það er alvöru. Þetta var slúðupakki dagsins, hér eftir smástund förum við hvað segir Kjellin. Siggi Hlöð snýr aftur í Keiluhöllina laugardaginn 17. mars. Stemningin síðast var ótrúleg og því bjóðum við íslensku þjóðina velkomna aftur. Eins og venjulega þá kostar ekkert inn og það sem meira það er happy hour frá 9 til 11 þar sem við bjóðum 2 fyrir 1 af öllu á barn. Já, ég sagði af öllu á barn. What?
ætlað þú að vera annar stað laugardaginn 17. mars? Siggi Hrö og Keiluhöllin Egilshöll. Alltaf líf og fjör. St. Patricksdagurinn verður haldinn hátíðlegur laugardaginn 17. mars. Írsk stemming og tilboð á öllum helstu börum bæjarins. Mætum, gleðjumst og fögnum saman heiligum Patrik. Regluleg umhirða og viðhald hækkar endursöluverð bílsins þíns. Við þjónustum Volkswagen og Skoda, Bílsson-verstaðið Kletthálsi. Ertu búinn að nýta þér nýja afsláttinn fyrir N1 korthafa? 7% afsláttur og 3% í viðbót í formi punkta af ýmsu góðu fyrir þig og bílinn þinn. Það sko afsláttur på 10. N1, alltaf til staðar. Láttu okkur að sækja bætur og annast þín mál á meðan þú hlúir að þér og þinni líðan. Fortis fylgir þér alla leið. Flestir strákar geta orðið menn. Skeggolían frá Great British Grooming sér að halda skegginu góðu og kláðanum frá. Nota hana. El Santo kynnir 2 fyrir 1 af öllum koktelum milli klukkan 22 og 1 fimmtudagar til laugardaga. El Santo Hverfisgötu 20. Bingo aldarinnar á gullöldinni til styrktar hugarafls á föstudag klukkan 21. Vinningar eru til að nefna utanlandsferð, keppnisdregið frá Aroni Pálma og Alfred Finnboga. Ekki láta þið vanta á Bingo aldarinnar. Gullöldin, Grafarvogi. Hvað best núna? Jú, perur. Þær eru bestar akkurat núna. Krónan. Fer ekur eins og ljón með aðra hönd á stýri. Ísbúð Huppu, Selfossi, Álfheimum, Spöng og Kringlunni. Kotti Shake. American Style. Þú getur fengið þér venjulegt kaffi. Justin Timberlake með Say Something. Og já, ég að fíla þetta. Erum við ekki alveg tím JT eða? Jó, en þetta alltaf rólegt fyrir rocka þátt. Nei. Það ekki? Það alveg rosalega rólegt. Ég sá sko Pétur að fann að leggja sér undir borðið. Það leiðilegt að heyra þú varst fann að leggja þig hérna. Ég held að vera í svona ykkur stuði. Já, ég var í stuði, maður. Svo kom þetta. Ég mikill Timberlake maður, en þetta alveg hrikalegt. Ok, ég skal reyna að hafa eitthvað. Ég veit ekki eins og hvað næsta lag I Like Me Better. En við getum þurft að setja bara á þungarokk fyrir Pétur Jóhann í það. Já, það aldrei að vita. Hvað upp á hljómsdegi, Pétur? Deepest Mode. Herðu, við þurfum að spila í allavega lokþáttar hérna. We don't need no. Það ekki þeir? Satisfaction. Það þetta mjög rólegt líka. Það ekki þeir, það Pink Floyd sko. Það Pink Floyd líka. Við ætlum hins vegar að henda okkur núna í dagskrárlið sem heitir Hvort myndirðu frekar og já, það ekki flókin dagskrárliður. Ég hér með 3 spurningar. Ég spyr drengina hvort þeir myndu frekar vilja gera. Ekki flókin dagskrárliður, en solid hann. Já, Pétur, þú þekkir leikreglur. Já, eru þið tilbúinir? Já. Fyrsta spurning, hvort myndirðu frekar vilja þeir aldrei aftur hlegið að ykkur eða ykkur aldrei aftur treyst? Vá, sko aldrei aftur treyst. Það vesen fyrir trúða eins og okkur 3 að það tekið af okkur að það væri bannað að hlæja okkur. Þú varst nokkur að svara þessu, Pétur. Já. Það treystir þér ekki fyrir. Ég reynir ekki sko. Það málið. Það var svo lítið skilur, ég valla traustisverður. Og fólk hvort þið alltaf með svona einhvern varnagla. Já, ok, það kemur inn hvað. Þú veist, það sama hvert ég fer, þú veist, ef ég bara að spurja hvort ég geti fengið nýtt stefnuljós á bensan minn, þá menn bara, hvað þetta eitthvað fíblagangur? Nei, bara broti stefnuljós hjá mér. Já, einmitt. Það eru strákar, hann komin hérna. Stærðu það mikið að það sé bara, eitthvað fíblagangur þegar þú ert bara til dæmis að láta skipta stefnuljós á bílnum þínum? Já. Já, bara, þetta gerist bara. En hefur ekki fengið þetta? Þegar þú hringir einhvert. Ég held að PC fá þetta kannski aðeins meira. Já, en ef þú ert að hringja og panta kannski borðið, ef þú ert að hringja einhvert, þá hef ég alveg lendið af svona, hvað hefur verið að taka upp síma að núna? Nei, ég fæ það nú reyndar ekki. Nei, ég bara sangur og ætlaði að fara út að borða. En þið viljið frekar þá að ykkur verið aldrei aftur treyst? Absolutely, það bara ekki spurning. Nei, engin spurning. Ok, þá ætlum ég að byrja þér núna, Pétur. Hvort myndirðu frekar aldrei aftur tala við Sigrúnans Steinda, konunans, eða aldrei tala ensku aftur? Já, aldrei tala ensku aftur. Er það málið? Já.
Þú vilt ekki, sko, Sigrún Stenda svona manneska sem að þú vilt ekki missa eitthvað út úr þínu lífi, sko. En hann þarf ekki að tala við hana. Já, það verður vandræðilegt að við færum öll saman eitthvað út og Pétur má ekki talar bara ensku. Nei, eina samt sem að ég var að hugsa varandi þetta er að þú talar oftar ensku heldur hún talar við Sigrúnu, sko. Nei, já, að vissu leyti, en ég mætti tala spænsku. Já, talar hana? Nei, ég myndi bara læra spænsku og halda frá að tala við Sigrúnu. Spænsku, þú getur bjargað þér á spænsku víðsvegar heiminn, sko. Og ég er bara á fleiri stöðum heldur en nokkuð þú ímynda sér. Steindi, hvort myndir þú frekar aldrei tala ensku aftur, aldrei tala við Sigrúnu Péturs? Já, ég myndi náttúrulega að sjálfsögðu hætta að tala ensku. Við höfum ekkert með enskuna. En svo ertu í buttandi vesinni að hætta svo saman? Já, en þá myndir svo sem ekkert hægt að tala við hana? Nei, þá myndir maður alltaf svona að reyna að ringi hana og reglulega og sælar og bara svona, ég ætla að láta vita, ég megi tala við það fram og ég ekki tala við því. Hvernig líður þér? Og ef maður heitir út í búð og... Ég sá Pétur í gær. Já. Þú kannski vilt ekkert vita á því? Nei, já, þú veist, þetta er no-brainer. En finnst ykkur talandi þetta? Finnst ykkur óþægilegt að hitti fyrirnættu kærustu vinar ykkar? Ég finn alltaf rosalega eftir hvaða við, þú veist, ef þetta væri fyrirverandi kærustundar ykkar sem ég myndi þá þekkja, þá væri það ekki óþægilegt. Nei. En ef þetta kannski fyrirverandi kærasta vinur sem ég kannski hitti bara 2 og 3 svara, þá finnst mér þetta að vera svolítið svona á ég að heilsa eða. Ég er bara búin að gleyma öllum fyrirverandi kærastum bæði vina minna og fyrirverandi kærastum mínum og ég gleyma öllum fólki. Já, þetta fólk er náttúrulega bara... Ég þekki þetta ekki, þú veist, bara staðið fyrir fram að mig, sko. Nei, kannski ekki, þú skilur hvað er að hafa. Já, við skiljum þig. Við skiljum þig. Við skiljum hvert þú ert að fara. Það var það síðasta. Aldrei ná honum upp aftur eða aldrei brosa aftur? Já. Þú veist að horfa á mann sem 45 ára, ég er bara komin í vandræði með að ná honum upp, þannig að ég tek brosið, þú veist, ég myndi, nei, hver var spurningin? Spurningin er hvort aldrei ná honum upp, eða aldrei brosa? Aldrei brosa. Aldrei ná honum upp. Það er þannig? Já, ég verð að geta að brosa það. Það er alltaf helviti mikilvægt að geta brosa. Það er aðalandrið. Já, ég myndi samt segja hitt væri helviti mikilvægt líka, svona bara í sambandi og öðru. En væri þá ekki hægt að bara einhvern veginn að... Þú getur bara... Þú veist, þú ert að tala með mig heldur ekki breyða töflurnar og... Nei, það er bara ekki, það er fræðilegum með, þetta er bara út með súpu í klófinu. Já, basically. Draslega verið daukt. Já, ég tek það. Súpu í klófinu. Vona fannst þér létt að velja þetta. Þú hætti beint í súpu. Hann sagði mér rosa gaman að þetta væri við. Skiptir einhver máli, þetta er orðin súpa hvort þið er. Nei, hvað er þetta að segja mér? Ég vil geta glott, bara ég vil geta brosa. Nei, þú ert ekki með leiri í klófinu. Leir? Já, þú ert ekki, hvað með þetta bara með súpu í klófinu? Þetta að segja það? Ég beinti útsettingu. Já, ég minna þegar maður... Nei. En nú ertu með graðnaglarna við hliðina þér, hvað segir hann? Já, ég myndi nú segja ég væri nú ekki graðir en aðrir, höfum það alveg á hreinu. En hvort myndir þú velja? Hann er alltaf að þessu við mig, vissu það ekki? Já. Hann er alltaf að kalla mig... Þú ert bara eins og reysa stór titlingur. Ég er að stríða þig. Sko... Pétur er búin að svara. Já, þú veist, ég hugsa ég myndi vilja... Ná honum upp aftur, ég bara reyna að vera hinskilin þetta. Ég veit það ekki. Þannig að þú hætti að brosa? Nei, það er hrikalegt að hætti að brosa. Ég brosi mjög mikið, ég er alltaf hlægjandi. Þá væri fólk alltaf, hvað er fallega brosið þitt? Já, menn akkur... Þá getur Steindi sagt að ég kannski get ekki brosa en ég næ honum upp. Já, svona margir geta... Helviti margir geta... Heyrðu, ég er nú ekki með það en ég er með harðan titlingu. Margir geta gett á. Heyrðu, síðan hvað er ég að spá? Klukkan er bara korter yfir og hérna það fyllt af börnum. Já, þetta þarf kannski að passa aðeins. Já, ég verð að passa mig. Ég tek þetta aftur, ég byrst afsökunum. En Steindi, þú ætlar að halda áfram að... Nei, þú ætlar að hætta að brosa. Já, ég hugsi ég hætti að brosa. Það er bara þannig. Hvað myndir... Já, þú gera kæri hlustandi og það er hægt að fara með þetta á hinn veginn líka. Það er komið að I Like Me Better. Ég veit ekki eins og hvað lag þetta er. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee, burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. If we lay, let the day just pass us by. I might get to too much talking. I might have to tell you something. Damn, I
like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time, 'cause I like me better when. Stay you are, stay you are, stay with me. Stay here with me. I like me better when I'm with you. Þið að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og við Péturum komum hérna inn í klefa og veistu það Pétur, ég er búin að sakna þess að vera með þér í klefa. Þetta er rosalegt mann. Og við ætlum að fara Long time no see. Já, long time no see í klefa. Já. Hérna verið tekin upp nokkur rödd, Tongarinn, Guð, hérna, hvað heitir hann aftur? Gunnþór. En svo er náttúrulega einn legendary karakter sem ég langar að fá til að rifja upp með nýju twisti. Já. Það er hvað segir kallinn. Ok. Hann var alltaf, hvað segir kallinn? Já. En ég vil núna setja twist á hann byrja hægt. Byrja hægt? Já, með öðru í sér rödd og fara alltaf hraðar og hraðar. Fer alltaf hraðar og hraðar. Byrja rosa rólega bara. Ok, eitthvað svona. Já, byrja rólega og svo hraðar. Hvað? Hvað segir kallinn? Já. Hvað segir kallinn? Nei. Jú. Blöð, þú ert að grínast með það? Nei, við erum að setja nýtt twist á hann. Hvað heldur ég sé bara einhver maskína? Komdu þér í gýr, ég er að fara að ringja. Já, þeir eru með stilt á FM 95 blöð. FM. Ok, ég er tilbúinn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir kjellin? Hvað sem segir fínt? Já, hvað segir kjell? Já, líka það. Hvað segir kjell? Hvað segir þau? Hvað segir kjellin? Hvað segir kjell? Segir fínt. Hver er þetta? Hvað segir? Hvað segir kjellin? Hvað segir kjellin? Þú er ringt ykkur villust. Hvað segir kjell? Hann lagði bara á. Þetta er mest að kjáta þessi. Hvað? Ég veit ekkert hvað ég var að... Þú vissir ekkert hvað það að gera. Nei, hvað átti ég að gera? Og þú sagði aldrei ægi og sagði Ok, þetta kom Já, þetta er gaur svona sem er afslappaður. Einn Meistari Arason. Meistari Arason. Já. Arason. Meistari Arason. Halldór. Hver er þetta? Já. Hvað segir kallinn? Hver er þetta? Ertu klári í kvöldið? Nei. Þetta er kallinn. Þetta er kallinn. Þetta er kallinn. Þetta er kallinn. Ok. Arason. Halló? Þú fegst tvær Þetta fór alveg ringin maður. Þú fegst tvær til Akkur varst að hrista hausinn. Þetta er ringaður. Þetta var allt í lagi. Má ég taka eitt bara venjulegan? Viltu prófa eitt venjulegan? Já, ég verð bara með kitlar í það í skinninu. Ok, bara eitt venjulegan í lokin. Já. Ok. Já. Dóri. Já. Gagu. Gagu. Þetta er gagu. Dóri. Ertu klár í kvöldið, Halldór? Já. Já, gagu. Ertu klár í kvöldið? Já, þú ert að hengja mikið sem Halldór. Ég er ekki neinn bandi. Gagu. Að mæting 7. Gamli haugur. Dóri. Erðu hvað hann sagði? Ég er ekki gagu. Þetta var það sem ég var að tala um. Já, þetta var gamli góð dagskrárliðurinn. Hvað segir kallinn? Gagu. Fermingar bomba. Alltaf 40% afsláttur út vikuna í verslun Drónfly Krókálsi 6 og dronefly.is. Joe's Green Mile. Avocado, epli, lífræn sítróna, brokkoli og spínat. Joe and the Juice. Heimilisbakki Símans hefur aldrei verið betri, því nú fær fjölskyldan 10-falt gagnamagn í farsímaáskrift.
Kynntu þér málið á símin.is. Þú getur 10 sinnum meira með símanum. Hamborgari, foldaborgari, húsaborgari, bryggjuborgari, korpuborgari. Og ef þú ert að spá í línunum, færðu þið Rima Salat. Hverfisbúðin Grafavogi. Temdu þér að temja dýrið. Skeggbálmið frá Great British Grooming virkar. Nota það. Það opið alla helgina á Dælunni Fellsmúla, Smáralind og Mjódd. Allan sólarhringinn. Góða helgi. Dælan. Engir afslættir, bara lægra verð fyrir alla. Beouf Bourguignon. Beef Bourguignon. Tilbúnir réttir frá Kjötkompani. Krónan. Bjóðu mikið magn af rafstöðum, jarðvegsþjöppum, dælum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565 46 46. Armar vinnulyftur. Armar.is. Veistla í magan og gleði í sálina. Serrano. Fresh, happy, max. Bingo aldarinnar á gullöldinni til styrktar Hugarafls á föstudag klukkan 21. Vinningar eru til að nefna utanlandsferð, keppnistreyju frá Aroni Pálma og Alfred Finnboga. Ekki láta þið vanta á bingo aldarinnar. Gullöldin, Grafavogi. Fallegir skartgripir. Fríða Gullsmiður. Skólaverðarstíg 18. Gríptu með þér Amino Energy á ferðinni. Fæst aðeins á Íslandi. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for... Vinir, þér að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Það Steindi June, Ötti Blöð og PJ Sig Fusion. Gestur þáttanins PJ June. Gott að fá þér maður. Það laukrætt hjá þér. Það hrikalega gott. Steyttist í Sverri Bergmann, hann á leiðninga með nýtt föstudagslag. Svestum aftur á leiðinni. Vá, alltaf stemming að fá hann. Og já, ég held að það sé hins vegar komin tími á dagskrárlið sem ég nú ekki... Jú, ég hef verið með spurningakeppni en Egill heimtaði að hann myndi fá að semja spurningakeppnina. Já, þetta verður óþægilegt sko. Og þannig að þetta er spurningakeppni Gilsarans en ég er raunin að spyrja fyrir hann en ég samt ekki þessar spurningar eins og þið munum kannski að heyra. Já. Og það sem hann vildi fá núna frá ykkur tveim var sem sagt King of being self-made and a comedian. Jesus. Þannig að þetta er svona, hann blandaði saman tveim spurningakeppnir sem var Self-Made Millionaire og King of Comedy. Já. King of Comedy. Og vildi fá að vita, já, hvor ykkar er svona... Þetta er mjög furðuleg blanda. Já. Góð blanda. En eins og ég segi, þá er ég bara að lesa það sem hann sendi mér. Okay. Og eru þið tilbúinir? Við erum klárir. Þannig að í rauninni sá, nú þarf ég að skrifa þetta niður hérna, sá ykkar sem vinnur, hann er King of Comedy og King of Self-Made, þannig að þetta er mikilvægt að vinna. Ég myndi segja að það var spurningakeppni sem hún vilt vinna. Já, við sjáum til. Við skulum byrja að heyra spurningarnar. Er ready? Við erum klárir. Fyrsta spurning, hún, væntanlega tengist King of Comedy, ég veit ekki hvað hjá þessu villising. Hefurðu giggað ofurölvi? Nei, segir Pési. Þarna náði ég. Ég hef ekki giggað ofurölv. Nei, ég hef gert það. Þú hefur gert það? Ég hef ekki náttúrulega veislustýrt eða verið með grín ofurölvi. Nei. En ég hef tekið, ég hef verið fenginn til að taka lög. Já. Mjög seint. Og aðeins komin í það þá? Mjög seint nóttina. Og verið komin í það. Og í rauninni var ég kannski ekki endilega bókaður, held ég væri bara, nennur ekki að henda þér upp og taka ekkert málun minn, ekkert mál. Og verið komin vel í það. Ok. Þannig að jú, ég hef hend mér upp á svið ofurölvi. Pétur, þú ert ekkert í því? Já, sko, þetta er reyndar svona, sko, spurningin, ég hef með spurning á móti, veistu það, þú veist, ég hef farið upp á svið, ofurölvi, en ég var ekki bókaður þar. Nei, þú hefur giggað ofurölvi. Þú hefur giggað ofurölvi. Þetta er punktur á þetta báða. Já, þú fær punkt. Sko, ég sá þig á herrakvöldi fara upp á svið, þar sem að... Ég var að fara að segja þetta.
Hvað? Þú vissi ekki hvað hér, bara hérna hjá Já, Njörður Já Það var enginn að byrja með það Nei, þú fórst upp á svið, enginn bæði það, þú myndir ekki eftir þetta en ekki Eru myndið, hann sem hringdi í mig og spurði mig hvað hann var að segja þú sagði þetta bara, þú veist ég meina þetta ekki gig, skilur Já, samt, það var borgað 50.000 fyrir að þú myndir fara upp á svið og það voru gott málefni, þegar ekki? Já, jú, Þannig að þú fékkst í rauninni greitt fyrir þetta með þess að Ég fekk ekki greitt fyrir þetta Nei, gott málefni Við fáum báðir punkt og það er bara þannig Báður hafa þér giggað og ofrölvi Ég veit að Egill er að hlusta á Sundlagabakkanum á Tenerife Hann er ánægð með þetta Hann er það rugglaður, hann er rugglaður merkjanuðu stígin líka Og staðan 1-1 Það er rosalega Hafið þið farið í þeng? Nei, hérna kemur næsta spurning Ég er bara orðað þetta eins og hann sendir þetta Ok Hefurðu notað your comedy talent til að girða niður þig? Jésús, alveg Hvað á hann við samt með þessu? Ég skil ekki spurninguna Hefurðu notað your comedy talent? Hefurðu Hefurðu notað grín til þess að bara verða heppin með stúlkum? Þú veist, hefurðu farið á pubin og verið að segja hvísla einhverjum brandurum í eira Ég veit svarið hjá betri að það, sko Já, Sigrún var ekki með mér í dag Nei, djók Hérna veistu svarið mitt? Já Hvað er svarið mitt? Ég er náttúrulega, þú er átt að því að þú dróst mig átt að jammi þegar þú varst á lausu, sko Ég sá alveg hvernig þú reyndi við stelpur Já, varst að reyna að vera trúið Já, en þú veist, það tókst aldrei, skilur Fyrir Ég reyndi það Hefur aldrei hefnast? Nei, ekki svo ég veit Ég held að Egill sé ekki að tala um eitthvað svona ákveð að náði konuna sína því að hann var líka hress og skemmtilegur Þú veist, menn eru nú yfirleitt hressir og skemmtilegar á einhverju stefnumótum og þeir eru að reyna að byrja með stelpum en ég held að Egill sé að tala um eitthvað annað, sko Ég held að Egill sé að tala um bara eitthvað hreinrætta grín til að gera niður þig eitthvað staðar Nei, hann er að tala um þetta til þess að kynna stelpu Hefurðu notað comedy Nei, hvað sagði hann? Hefurðu notað your comedy talent til að gera niður þig og ég veit alveg hvernig Egill talar og hann er að tala um það hvort þú hafi verið heppið með stúlku og notað your comedy talent til þess Já, veistu hvað? Ég ætla að segja nei við þessu Þú segir nei? Já, ég bara man ekki, ég held að Ég hef reyndað að nota comedy talent til að gera niður mig Það bara hefur aldrei tekist Ok Já, ég verð að henda í nei líka held ég Nó, þið bara fengu þetta alltaf á útlitinu Já, sko, við getum orðað þannig að menn eru rosalega menn eru misfindnir þegar komnir í glas einhvers að reyna eitthvað stelpur, sko Punktur á koran Já Hefurðu farið landi og verið með uppselta sýningu í öllum helstu krummaskuðunum? Já Það er stig á Pétur Já, ég ríkar þetta að kalla þetta krummaskuð Já, það er þetta alveg ríkalegt Nei Já, þetta er Egill sem orðar þetta svona Já, nei, ég hef ekki farið með sjó í krummaskuðin Ég látið þið vera Það er 2-1 fyrir Pesa Næsta spurning, þetta er örgulega hlutaði að vera King of Self-Made, þetta er virkilega aðstæðanlega spurning, er sjónvarpið eitt stærri en 60 tommur? Sjónvarpið mitt er ekki stærra en 60 tommur, nei Nei, ekki mitt heldur Nei, það er 52 Hvorur fær punkt þarna? Já, þetta er ekki hægt, Pétur, við erum að fá helviti fá stig Ég þarf að fara að fá nýtt sjónvarp, sko Þetta er góð punktur hjá Gilsaran Og þetta hérna er svona líka, ég bara veist að ég veit ekki okkur í leiðu hún að semja þetta, sko Getur, þetta er Fyrst er ekki óþægilegt að spyrja þessu Jú, þetta er sennilega tengt hérna being self-made en getur hendi hann er svo veikur þessi dregum getur hendi vinnurhristing og enginn kvartar í þess Getur hendi henda í vinnurhristing og enginn kvartar í þess sko, við erum að vinna hjá sama fyrirtæki Þetta er alveg sameiginlegt svar, sko En alltaf svo náttúrulega er maður oft í vinnunni bara hér og þar Við erum ofta ráðunir hinga á þanga til að skemmta Getur hendi vinnurhristing og enginn kvartar í þér Já, það er bara basically fórstjórn í fyrirtækinu verður á fútlega og orðið að hrista þig hérna á baðherbyggjónum hérna í vinnunni Hvernig ætti hann að vita það? Nei, ef þú myndir, væntanlega myndir komast að því eða er þið sagt það er ekki hægt Nei, hann kemst aldrei að því Er ekki spurningi þannig að er hann ekki spurja að væri það í lægi? Já, bara getur gert það og enginn kvartar í þér Og enginn kvartar í þér? Já, ég myndi hugsa já líka Þetta var hart í áhuga okkur báðum Þetta er eitthvað sem þið spáði Já, ég meina, eitthvað sem þau spáði í Nei, ég hef nú ekki mikinn áhuga á því En það væri örgulega hægt Hafið þið gert það? Nei
Hvað? Ég hef gert það í Vinnurristing? Já Hérna Ég er búin að vinna hjá þessu félagi í 20 ár sko, ég er búin að vera hérna bara á þess að ristast Það er borin vond sko Nei, jarðu Þetta var, ég hef aldrei séð ég hef snögt í já Nei, ég meina, hvað heldur að fórum þetta er bara, en þú veist það er samt engin eitthvað kvart í mér yfir Nei Það er ekkert eitthvað, heyrðu, ég hef verið að ræða eitt við þig Hvað? Ég er svona Það er hrista hérna, þetta bara gengur ekki sko Þú erum að reyna að vinna hérna og þú veist Já, en nú vita 500 mann sem vinna hérna og þú sést að því Já, það er bara, þú verður að fara að gera þetta einhver starf annars sko Ekki til því að stendi? Nei, ekki á þessu fyrirtækinu En svona, Ekki á þessu fyrirtækinu Vittu, hvað? Ég, sko Það gera þetta þegar þú varst á Dominos Bara því að kannski var ég ólingur og kannski gerði dikt en ég þetta ekki Næsta spurning Þú veist, mig grunnar, jú Þetta er frá honum líka, þetta er eitthvað self-made Áttu Benz Á ég Benz, en þetta er náttúrulega bara til þín eða ekki? Já, 22 ára gamla Benz Pétur á Benz? Pétur á Benz, þau veit það 22 ára, sko, hann er 96 ára Það er svolítið unfair að droppa bara bílategund sem hann veit að annar á Já, ég myndi segja það Ég myndi segja að það var mjög unfair Þetta er ósamgjöld spurning Ég held að Punktur á Pétur Egil vill að Pétur vinna þessi kemni Já, hann er að koma með 2 Að síðasta spurningin Hefur þið farið í þveng? Já, auðvitað var það síðasta spurningin Það kemur ekki óvart En Pétur, hefur þið farið í þveng? Já, við höfum farið í þveng Ég hef hlaupið í kringu Litlarhund í þveng Alveg rétt, það var með svo geggja vídeo í strákun Já, það var 70 myndum Já, hvernig fórst þú í þveng? Já, bara ég farið eitthvað flipi í þveng Við ætlum ekki að fara nánar út í það Það er alveg potið, ég held nefnilega alltaf að þú har sagt nei Nei, hann var alltaf að spyrja hvort ég hef farið í þveng í svefnherbygginu og eitthvað Já, ok En ég hef alveg farið í G-string, sko 5-3, þannig að, já, Pétur Jóhann er king of comedy og king of self-made Þetta er mesta putt sem bara ég hef Pétur, innilega til hamingju með þetta Tekið þátt í Ég er óskætt til hamingju, þú er king of comedy Þetta er bara kjaftaði, sko Nei, þú ert það geggjaði til Þessi snillingur á leiðinni, hann er með nýtt föstudagslag en Fiskulu hlusta á bara heitasta lag landsins í dag Ég ætla að skemmta mér Hvað vilja blessuð fermingabörnin? Hlusta á góða tónlist? Slett eða krullað hár? Telja skrefin sem þau gáka? Myndir á veggin af bestu vinunum? Þú finnur allt fyrir fermingabörnin á elko.is og í verslunum Elko. Boss Bacon hefur snúið aftur á KFC og er jafnvel betri en þeir myndi. Fyrir 1899 krónur færðu veglega Boss Bacon máltíð með 3 hot wings, frönskum, gosi og appalópipareggi. Þú átt fund við Boss Bacon í kvöld á KFC. Better Choice, prótein pönnukökur. Ekkert hveiti, engin viðbættur sykur. Holt og gott. Vaxtarvörur, Hafnarfirði. Vaxtarvörur.is. Eftir slys tekur oft við mikil óvissa. Við hjálpum þér að sækja réttin. Fulltingi, þinn réttur til bóta. Gjafakort Smáralindar gefur ótal möguleika í einum pakka. Smáralind. Það er 130 miljónar risapottur helgina. 1x2 við tippum. Osso Buco. Ossa gott. Tilbúnir réttir frá Kjötkompani. Krónan. Hæ, Hallbera landsliðskona í fótbolta hér. Fannst þér auglýsingi mín orðin þreytt? Hér er ný. Walk On, Borgatúni 29 og Smáratorgi í Kópavogi. Hollur og ferskur asískur matur. Við framlengjum 20% afsláttinn á öllum prívorkátum út mars. Sportlíf Glæsibæ og sportlíf.is. Hauti, Steindi og Gils. Alla föstudaga, 4-6 í FM 95 Blöð. Ekki alveg rétt í þessum snilling, það er Hauti, Steindi og Pétur í dag. Egill Einarsson stattur á Tenerife og hann var mjög ánægður með spurningakefnina og vildi óska þér innilega til hamingju Pétur Jóhann með sigurinn. Já, þetta var sko, það eru 2 spurningar þarna í þessari spurningunum hjá honum sem voru bara fyrir mig og það er það sem skildi á milli mín og Steinda. En það er greinlega eitthvað sem King of Comedy gerir. En það er alltaf svo King of Comedy. King of Comedy. En við erum komin með hrikalega fínan gest í stúdíu. Já, það er eins og við séum að fara svona back to basics því að Pétur var alltaf á miðvikudum og hér í gamla dag á föstudum var alltaf föstudagslægin með Sverrir Bergmann og hann er einmitt mættur hingað í stúdíuð. Sælir krakkar. Vertu velkominn.
Takk. Hvernig hefur, Svestum á það þessa dagana? Ég hefði rosa gott. Nei ekki? Já, alveg toppmálum. Já, hvað, þú ert með vinsælasta lag landsins, þið Albatross. Er það raunin? Já, hann er vist kallaður í dag Success. Success. Það er nýja nafnið hans. Svestum á þið farið, Success. Success er mætt aftur. Hann er komin með, hann er með vinsælasta lagið á FM, Bylginni, Léttbylginni, Rástvö, RÚV og áttunni, út af Akureyri allstar. Og þetta er ekki rapplag? Nei, þetta er ekki rapp. Þetta er ekki rapplag. Nei. Það verður að tellja. Málið það að Svestur að segja með þessu lagi að rappið sé dautt. Já, er hann ekki að segja það með þessu lagi? Diskoið er að koma að drepa rapp. Diskoið er komið aftur. Já. Þú er kannski svo langt að segja að rappið sé dautt en gott er lagið. Diskoið er klárlega mætt aftur. Já. Það er svona, það er nettur, ég ætla að segja að það er svona nettur Justin feelingur í þessu. Já, finnst þið það? Svessi, nefnir að koma með næsta lag, nefnir að halda áfram í The Disco. Við ætlum að reyna að gera það. Það er skemmtilegt. Já, það er skemmtilegt, ég veit það, ég fíla disco. Það er líka, það er lítið disco í dag. Já, það er reynda búin að vera alveg svolítið disco úti, sko, þú hlusta á The Weeknd og svona. Já. Hann er svolítið svona í þessum gýr, skiljum. En getur þú ekki fara að rappa bara hans með þessu? Kannst að rappa svo? Málega Svessi er bara svona 8 skrif undan öllum öðrum. Hann er komin í discoið, hann er komið aftur. Já, hann er komið aftur. Hann situr einn á því. Situr einn á því til lukkum með það. Það er rosalega gaman að vera með svona Kings of Comedy henni kringum. Það er bara einn, það er Pétur. Það er bara einn. Það er reyndar alveg á hreinu, sko. Já, en sko, það er ekki ástæðalaust, það er föstudagslag í dag. Það er búið að vera í smá pásu, en það eru tónleikar 29. mars. Já. Og gekk hrikalega vel síðast, uppselt á, báða tónleikana. Já, vorum fyrir norðan og í Hafnarfirði í Bæjarbíói. Já. Og við ætlum að hendi þetta aftur. Já, mér með svo lofum við því á sviðinu síðast, það gekk svo vel. Já. Þannig að nú er að gera fyrir, bara fólk sem að, þetta er á 50 degum páskan, þetta er á skýrdegi. Já, þetta er sko fyrir föstudaginn langa. Já, 50 dagarnir eru nú 9 laugardagarnir, sko. Já, líka sko, skýrdagur er þannig dagur að þú hefur ekkert betra að gera en að kíkja bara tónleika. Já, einmitt. Þannig að nú hveti ég eiginlega bara alla til að fara inn á miði.is og það geti mörg sæti í boði. Já, neða, þetta fóru vel að stað. Já, þetta er takmarkað, þú veist, hvað komast margir að inn? 260 manns. Já, þú sér það, komast ekkert allir inn. Nei, ég veist af, hvar er þetta? Fólk það bara hlaupi í þetta. Bæjarbíó. Já, Bæjarbíó. Þú áttur nú heima þetta bara rétt hjá. Já, sko, þú bjóst við hliðin á þessu. Já, og ég er nú búin að skemmta í Bæjarbíó. Þetta meina þetta? Sætla minninga. Ég held svolítið með Bæjarbíó. Já, það er toppstaður. Geggjaður staður. Þetta er flott staður. Þetta er virkilega flott staður. Og eins og við segjum, það er hægt að kaupa þetta bara inn á miði.is, endilega tjekkja á því, því að, ég lofi ykkur því að það verður uppselt á þetta. En hvað er lag? Við setjum að stað könnun á Twitter. Já, þú settir að stað könnun og það var nú bara lagið sem kom helviti snemma hann inn, sem að heitir... Býttu, maður gíska á? Já. Er það, ég vil ganga þinn veg? Ég vil ganga þinn veg. Ég er alltaf að býta því, þú veist ég er að býta því. Herri, hann er farin að vinna bara núna í ykkur pústkerfum. Hann er búin að vera að vinna í pústinu endalaust, sko. Einar áttavillig, hann er ekki að gefa góða díla. Nei, og hann hefur heldur ekki gaman að þessu lagi. Ég veit það, hann vill ekki tengjast þessu lagi. Hann fekk eitthvað ókjær. Já, ég held sko, gerðu mig greiða. Næstur þú kemur til okkar með fyrsta lag. Nei, nú að taka þetta lag. Mála, þetta er mjög vannmyndalag. Þetta er þetta góð hugmynd, sko. Þetta er geggjala. Akkur gerur ekki disco útgáði? Þetta er ennþá betri hugmynd. Discoðu þetta lag. Ok. Það er geggjala. Það er komið challenge. En ef þú myndir gera þetta í svona föstudags, lags feeling, væri það eitthvað svona ég vil ganga minn veg, svo kemur eitthvað svona en þú vil ganga þinn veg. Þetta getur þetta mjög flott. Þetta getur þetta alveg verið gott, sko. Þetta grínast, hendur ykkur að slaufur og ég vil ganga þinn veg, þú vil ganga minn veg. Hvað ert þú að gera, Pétur? Menn að hætta þessu. Við erum ekki að fara í Pétur, hættu þessu. Nei, þetta er disco-útgáð. Teknotæfa þarna á kantinum. Herru, við erum að fara í þetta næst og ég geti þess vegna fengið að vera smá featuring. Nennið svo kannski líka að taka Baulaði búkólla. Ef þú heyrir. Já, disco-útgáð Baulaðu búkólla ef þú heyrir. Það er svo þessu fullir hérna félagarnir. Akkur erum við ekki fullir? Það er alveg fárlegt að við séum að etru og standi. Þetta er rosa skrítið að vera hérna eftir klukkan 4 á Fössara og allir gláður eftir. Það er bara fárlegt. Hvaða lag var fyrir valinu? Það heitir hérna When I Was Your Man. Bruno Mars. Og ég fekk hellinga atkvæðum og ég bara segi take it away boys, eða þið eru tilbúinir.
föstudagslagið þennan föstudaginn. Og það komin, það komin næsta föstudagslag. Steindi fekk að velja það. Já, það sem sagt lagið Einar Áttavildi. Ég vil ganga þinn veg. Já, geti bara orðið virkilega gott. Ég held þetta verði næsti hittari. En ég ætla að ganga það. Talandum Hittara, hvernig er helginni á Svessa? Helginni góð, það við erum að fara að spila á balli í kvöld. Það er bootcamp ásóttíð. Bootcamp ásóttíð? Ég held að þessi meiri sem hægt að fara bara upp í sporthús og kaupa þessi mið á balli. Þetta er í Austurbæ. Hafið þið farið í nýja Austurbæjarsalinn? Nei. Eftir að hafa breytt? Nei. Hann er rosalur. Nýja Austurbæjarsalur? Já, bara, þú veist, það var alltaf... Er ekki eitthvað Er þetta ekki safn? Er ekki eitthvað safnan? Nei, þetta var alltaf leikhús og svona sístem. Já, ok. Og nú bara búið að taka út sætin. Þetta er bara geggjaður salur. Bara svo stór NASA. Við erum að fara að skemmta þetta 5. maí ásóttíð Ölgerðarinnar. Það er mjög skemmt. Já, og svo er náttúrulega eitthvað trillt game á Ólafsvík. Það verður stemming. Við erum saman þar. Já, það verður. Við erum á leiðinni þangað saman félagarnir. Það verður eitthvað veisla. Ætlar þú að gista með mér í herbyggið? Þarf ég að taka það á mig? Nei, þú er reynt einu svona áður. Ég er ekki að grínast, ég myndi freka að sofa í sama herbyggja og 3 svín. Það er ekki hægt að sofa við liðna. Ég tókst það samt, það er hægt í útlöndum. Nei, mannst ekki, þegar við vorum á Akureyri, þá kom Svessi og ég sagði bara, við þurfum að fá annað herbyggi og þau svo á hótelinu, það er ekki til annað herbyggi. Og þá sagði Svessi, hvaða væli er þetta? Ég skal bara sofa í sama herbyggja á hann. Svessi svaf í sama herbyggi? Nei, hann skreið inn í herbyggið til mín og svaf á gólfinu. Já, þú fórst nóttinu. Ég þurfti að skríða upp í. Er þetta að skríða upp í þessu litlu bönni? Málið er það, þegar ég fyrst út á landa að skemmta og ég þarf að eyða nóttinni með einhverjum, ég þarf að vera saman í herbyggi. Það er ok, ég tek á mig í rít og ég er erfiður því ég sofnaður, en það er rosalega skemmtilegt alveg þangað til að gerist. Nei, það er ekkert skemmtilegt að vera í herbyggi. Þú ert sóði. Nei, málið er það, ég er svo gamla, ég er eins og svona í 9. bekk, ég sit svona, ég ligg á kottanum svo er ég svona Svessi. Já, við erum svona snáðast og þú er fínt kottahjál, það er gott kottahjál. Geggja kottahjál. En þú ert með mjög svona óreglulega hrotur. Það eru bara, þú veist, það er engin taktur í. Það er bara eitthvað. Nei, það er engin taktur, það er bara eitthvað. Það er bara svo sitt að deyja. Þetta er meira svo svína kapna, þetta er ekki svona þessar gömlega góðu klassísku þægilegu. Þetta er meira svona ég líka með kæfisvepp sko. Og það er leiðilegt sko. Það er rosalegt. Við þökkum Svessa kærlega fyrir komuna og verður þetta tekið 29. mars? Það er aldrei að vita. Aldrei að vita. Endilega kikið inn á miði.is og tekja á miðum á föstudagslaugin sem er það á skýrdag. En talandi um Bruno Mars Sverrir, takk fyrir komin. Þetta er hans nýjasta. Já, svo ángrís, takk fyrir komin. Finesse, það stendur nú ekki hver er með honum í laginu, ekki er hann einn, það var allavega einhver söngun að það með. Við þakkum Svessa kærlega fyrir komuna, hann er farinn og ætla hans ekki farin bara heim að æfa sig á Einar Áttavilda. Jó, það myndi ég halda. Eins og ég segi, þetta er sennilega besta hugmynd sem við félagarnir fengið í þessum þætti frá upphafi, hann myndi fara að taka Einar Áttavilda. Minnst líka helviti hart þetta á þín hugmynd, þú sé við félagarnir og besta hugmynd allra tíma. Þetta er svona við sammála þessu. Þetta er alltaf svaðalegt lag, það er bara þannig. En við erum að fara nú í dagskrárlið sem heitir Hver er líklegastur? Og það spyr ég að fá allir eina spurningu og allir þurfa að svara. Já. Og Steindi, ert þú tilbúin með þína spurningu? Ég er svona að mallana, þannig að þú mátt byrja. Nó, ok, en hún er ekki tilbúin hér? Hún er svona, nei, ég er að skrifa hana. Ég er bara hreinlega búin að gleyma þessum dagskrárlið. Mín spurning er, hver af okkur þrem er líklegastur til þess að sofa hjá karlmanni? Nú erum við allir gagginir. Já. Þannig að ég ætla svona að spyrja hver var líklegastur til þess að, að fara í sama kyn. Já, það segir nokkuð. Á ég að svara þessu? Hver finnst þér líklegastur okkur þrem? Já, en sko þú? Ég? Þú fer bara beint í að svara, þú vilt ekki rökra þetta neitt og Herðu, nei, ég var rökra þetta. Nei, ég fá að vita af hverju er ég líklegastur? Þú bara ert bara einhvern veginn þannig. Já, ok, gekka svar. Nei, það er það bara, þú svona hefur alltaf haft þannig áru yfir þér að það sé svona frekar stutt í þetta, finnst mér. Já, hann spilir með báðum liðum. Já, ok. Hann er, svona það er einhvern veginn. Það þyrfti að vera Ryan Gosling þá. Þú ert svona vel grúmaður og svona metrómaður. Það hefur ekkert með það að gera. Nei, þú ert svona mjög, ég myndi segja þú værir snirtilegri við. Já. Og þegar maður kemur heim til þín, það er allt bara í röð og reglu og svona. Nei, ég get nú ekki sagt það, sant? Jó, það er allt bara, þú raðar skónu þínum bara
Það er eina sem ég ræða. Ég meina, þeir eru með sér herbyggi. Bara skotniðin, sko. Já. Þeir eru ekki, nei, þeir eru bara með sér hillu. En ok, Steindi, ertu sammála Pétur eða? Já, ég hugsaðu værir ég myndi segja þú væri líklegri en Pétur til að fara niður á kallmann, já. Ég ætla að segja Steindi. Akkur? Þú ert svona snáðari. Já, þú meina. Það verður alveg eftir svona það er hægt að gabba því að prófa allt. Já, það væri hægt að gabba mig. Ég meina, þú veist að ef ég væri einhleipur og kemi rosalega myndalegu maður og segir, heyrðu, ég ekki bara að prófa þetta örugglega. Já. Jú, ég tek undir þetta. Ég gæti verið líklegur í það. Það er svona, þú veist. Þannig að ég er ólíklegast. Ef það er svona, ef við erum leifir, sko. Hver er ástæðan fyrir því? Ég veit það ekki. Nei, við höldum einhvern veginn bara að þú hafir engan áhuga á hinu kynnu, sko. En nei, við erum svo sem ekki að tala um það. Nei, en svona ég skil ykkur. Pési, þú átt næstu spurningu. Já, ég er næstu spurningu. Já, en annars held ég, Pétur, ef þú myndir stökkva yfir í hitliði sem væri allt gott að blessa, þá væri rauninni bara skemmtilegt. Já, þú ert vinsæll. Þá er þið vinsæll. Þú ert það Papa Bear. Já, af því að menn eins og við erum vinsælir. Já. Svona smá svona búsnir. Já. Samt ekki ofneitt. Nei. Og svona strákar einhverjir, táfílugur kallar, sko. Já, táfílugur kallar. Við erum gæðið sem svitnum undir fótunum, sko. Já. Herðu? Já. Ég er með eina hérna. Já, ég ætla að vona það. Þetta voru hann eitt að fáið sem þú veist að undirbúa. Já. Herðu? Ekkert svona, sko. Nei, hann er með þetta, hann er ekki. Herðu, sko, ég þarf að finna þetta hérna, maður. Hérna, ok. Hver er líklegastur til þess að hætta öllu sem að við erum ég var að skrifa þetta niður, hver er líklegastur til að fara aftur í gamla starfið sitt. En já, haltu áfram, ég kemur nýja. Nei, þá höfum við bara þess að við erum gott að falla hérna á tíma. Nei, ég er með aðra. Hún er jafnvel betri. Ok. Hver er líklegastur til þess að fara fyrstur í fegrunaraðgerð? Skástrík lítaaðgerð. Þetta er rosaleg. Þetta er léttasta svarið sem ég get komið. Það er engin maður á Íslandi sem hugsa meira útlit sitt en heldur en Steinþór Róa Steinþórsson. Þannig ég hendi honum beint undir hnífinn. Ég líka. Alla daga. Engin sem spegla sér meira. Þú speglaði meira en Egill Einarsson, þú veist það. En málega það, sko, strákar, þú ert alltaf á spáðuðinu. Strákar, og hefur sagt mér þess að, herðu, það maður ekki fara að henda sér undir hnífinn. Ég segi hvað strákar, ég er með kuldaexem. Nei, það er engin séð þannig að þú. Ég er með þurrkstundum í yfirvaraskegginu og kannski smá í hásverðinum og þá er ég svona kannski að kroppa hann í burtu. Ég er ekki að sko. Það er líka bara gott að koma á hreint hérna. Að bara íslenska þjóðin fá að vita það er enginn sem hugsa meira útlitsins en Steinþór þó hann líti út fyrir að gera ekki. Ég stari ekki í spegilinn til að stara á sjálf á mig. Nú, spurðu alla svona með suður-ameríska draumnum. Já, ég er að stara inn í sálminn. Allan kom til mín og sagði bara, djöfull speglar hann sig maður. Já, nei, veistu hvað við? Alltaf, Pétur að náði. Já, ég bleiti puttan og fer yfir þurrkubletti. Málega, veitu. Fer yfir þurrkubletti? Ég veistu hvað, Þetta bleita í þurrkubletti? Ég kom með nafn á þetta. Ég er að vaskast. Nei, en það er enginn séð þetta examen. Ok, þá rennum við hrættið mína. Hver af okkur er líklegastu til þess að hætta því sem við erum að gera, að vera sjómenn með hái og tvöföldu vaffi og fara aftur í gamla starfið sitt? Og þá er að tala um að Pétur verði aftur, ég og Pétur verðum aftur iðnaðarmenn og þú verður aftur vúrþblöð líklegast. Eða jafnvel, nei, ok, ekki gamla starfið sitt, fari bara að gera eitthvað annað. Ég myndi, átt að vera gamla starfið, það ég sagt Pétur. Þegar ég veit að Pétur dyrka að vera í bíkó. Það tógar í hann. Þeir bera að geima sloppinn fyrir mig, sko. Þeir bíða bara eftir að fá mig aftur. Þannig ég myndi segja Pési. Þú myndi segja Pési? Já, hann væri bara farin að telja skrúur eftir kortinu. Sko, ég var að telja skrúur af því ég kunna ekkert. Nei. Pétur kunna allar vörða þarna. Já, ég myndi hugsa að Pétur, sko, ef Pétur myndi fara aftur í bíkó, ég held ég myndi bjóða hann og þrjusu stöða þarna. Já. Sko, ef ég mætti, ef ég bara mætti smetla fingri og ég myndi bara hætta öllu sem ég er að gera í dag og mætti velja hvað ég færi að gera, þá myndi ég gerast bóndi, sko. Já, þú myndi vel, já, það er stutt í bónda. Já, bara einhverstað lengst maður, ég með bara... Rækta lífsins gæði og... Já, vera bara með ykkur og nokkra beljur og eitthvað svona drasl. Og fara út og tína í matinn og... Já, og gefa ykkur hænum og hétta og okkur svona. Það var geggjað. Þetta var hvort munduru frekar. Og hvað á svo að borða í kvöld? Einfaldaðu lífið og rendu við í ljúffengan borgara á Grill 66. Við erum á Ólís. Það er opið allan sólarhringinn í Hagkaup Skeifunni og Hagkaup Garðabæ. Hagkaup. Meira opið. Alla daga. Það er 130 miljónar risapottur helgina. 1x2 við tippum.
Það hvað hann umhverfisvænn og á góðu verði opnaði augu mín. Nýr Mitsubishi Outlander PHEV frá aðeins 4.540.000 krónum. Hekla. Færð þú ekki nóg af hvítu súkkulaði? Ekki við heldur. Hvítt Lindor páskaegg. Engu öðru ekki líkt. Linda. Það eru margar ástæður fyrir því að hönnuðir velja Slippfélagið. Til dæmis þjónustan. Slippfélagið. Við hefum málað með Íslandingum í meir en 115 ár. Hard Rocking Hours milli 3 og 6 alla daga á Hard Rock Café Reykjavík. Á lífsins leið má alltaf búast við slysum eða óhöppum. Fortis fylgir þér alla leið. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitness. FM 95 Blöð á FM 957. Þetta var Miley Cyrus með We Can't Stop. Eitt gamalt og gott og eldist nú bara nokkuð vel. Ánægð með þetta lag. Sko, ég var alltaf tím Miley. Já. Ertu hættur að vera tím Miley? Nei, alltaf verið. Er hún í Idoli, nýja? Nei, hún var stundin í Voice, en hún ekki núna. Kelly Clarkson það núna, held ég. Í nýja Idol? Nei, í nýjastu Voice-seríinu. Nei, hún ekki Idolin heldur, það Katy Perry. Nú, það var eitthvað nýtt Idol að byrja á stöðu Já, Katy Perry, það byrjar í kvöld á stöðu og Katy Perry í dónutinnar. Hún lendi í vesina því hún kisti eitthvað strák eitthvað. Í eitthvað slelli? Í þættinu? Nei, þetta var svona 14 ára strák. Já, þetta var hann 19 ára og þetta var fyrsti kossinans. Þetta stóð ekki yfir í sekundu en ég skil nú ekki alveg svona. Býttu, kist hún 14 ára strák? Nei, 19. Æ, horfðu bara á þetta. Er þetta í sjónvarpinu? Já, þú getur séð þetta á stöðu. Já, ég held þetta væri bara, ég held að vera að tala bara að þetta hefði verið eitthvað starf á tjúktinu. Nei, það var bara einhver strákur sem kom í áhverðnapröfu og hann sagði að hann aldrei verið kistur og hún kist hann. Já, hann 19? Já. Hvað vesinni? Ég veit það ekki. Hvað það? Pétur, myndið þú kissa eina 19 ára stelpu? Hann sagði reynda svo í viðtali að hann finnst þessi dóþægilegt. Já, hvað á hann? Byggði koss og kvarta svo? Ég hef enga tolerans fyrir svona dóttir. Hann baði ekkert koss. Ná, já, minnar. Þannig þú voru kannski að kynna þér aðeins máli. Já, ég ætla að gera það. En það hefði komið að brakandi fersku íslensku slúðri. Yes! Já! Og ég hef svolítið gaman að þessu. Íslensk slúðri hefur ekki verið lengi. Nei, það hefur verið lengi. Og ég og svolítið gaman að vera með Pétur við hliðina á líka. Já, geggjað, sko. Því að ég veit hann mikill áhugamaður þetta. Já. Og ég vil ræða þetta mikið. Þetta nefnilega eina, slúðri sem að, með fullir virðingu, veit ég. Slúðri sem þú ert með, það bara eitthvað svo langt fyrir utan okkar svona tíðni. En það þá satt. Og ekki íslenska. Íslenska, þetta samt sem mér sagt þetta. Ég ekki að segja þetta sé satt. Það hefur aldrei neitt í íslensku slúður hefur verið satt, held ég. Jó, þetta bara íslensku raunveruleika. Já, þetta bara alltaf slúður. Þetta óstaðfestar bransasögur. Ekki ljóta auðvitað blöður að brjóta það niður. Nei, það ætla ég alls ekki að gera. En fyrsti maðurinn í íslenska slúðurinn í dag. Já, hann góður gestur þáttarins. Tíður gestur þáttarins. Spennandi maður. Hann dagskrárstjóri hérna á stöðinu líka. Vó, þetta strax orðið safaríkt. Já, þetta Ríkharð Óskar Guðnason eða Rikki G eins og hlustendur þekkja hann kannski betur myndir. En hann staddur á Tenerife þessa dagana. Og hann með Agli til dæmis þar. Minn alþjóð veita af þessu. Hann búinn að vera að posta. Ég held ég hafi það ekki hægt að fara á Instagram og sjá frá þeim félögum Ferðin þeirra í beinni útsendingu næst. Já, ferðin þeirra í beinni útsendingu og yfirleitt þeir reiðir á öllum myndum. Já, ég veit ekki alveg hvað málið með það. Þeir virðast ekki vera glaðir en þeir eru reiðir og það svona allur hitinn. Já, það alltaf heitt og fleira. Já. En hann hélt upp á ammæli sitt á Tenerife og hann átti ammæli úti og hann mikið ammælisbarn. Við höfum aldrei að Öddi ammælisbarn. Það vita það allir. Vitum það. En Rikki 10 sinni meira ammælisbarn. Það? Já, hann dyrkar að halda upp ammæli sitt og það var hættulegt maður vissi það var hættulegt að hann ætti ammæli úti og sérstaklega hann með Agli þarna, hann með konunum og börnunum líka en síðan eru einhverju vitlýsingar með þeim sem eru barnlausir þannig að þetta vola spes hópur sem að ferðast þarna. Það verður að segjast eins og en planið var að stökk út að borða Hópurinn? Já, hópurinn, bara allir hópurinn bara eins og gengur og gerir. Já. Ekkert óðarlegt við það? Ekkert óðarlegt við það. Nei, og svo ekkert óðarlegt og menn fara á sama tíma til Tenerife og þessi fjölskyldur að fara bara vinir, bara fara út í sól, þeir eru ekki eins og sama hóteli.
Já, það er þannig. Já, ok. Er það ekki á sama hóteli? Nei. Það er sikkert hótel. Og hérna, og þetta var svona... Þetta er eitthvað sving, ætla að segja eitthvað sving í gangi hana? Ég held að sé nú ekkert sving. Það er ólíklegt. Það er ólíklegt, sko. Það eru klárað þetta slúðið þitt? Já, en þetta var þannig að þau fóru öll út að borða. Það var hérna, sem sagt, Rikki og konan, og Egill og konan hans, og krakkarnir, og þessi vitlýsingar sem eru í kringu það. Svona afmælisveisla? Það var afmælisveisla, og þau fóru í svona asískan mat. Borðuðu mikið af honum. Það var hérna Hatay og rauður hérna og rauður svona karri rauður karri? Fóðalegu tími fyrir þetta maður Gubbaður út það var bara verið að borða þetta góða máltíð og drekka Asahi bjór sem er japanskur, mjög geggjaði bjór og síðan er svona komið rautt á línuna og eftir matinn þá fáðu svona staup og það er komið svona komið safi í liðið já, það er komið safi, það er komið góðu safi í liðið þá fer Rikki að opna sig aðeins og afmælisbarnið og segir sko við verðum að fara á tittis bar við verðum að fara á hvað? Ég verð bara að fá að sjá tittis sjá tittis? Já, svona ángríns Ég verð að fá að sjá tittis Nei, sagði hann Ég sagði ángríns það verða tittis í kvöld tittis hann var ekki bara að tala um að því að hann og konan Nei sko, hann var að tala um bara kvenmannsbrjóst Já, og konan hans með það eða ekki Jú, en sko hann var að tala um að hún er langja fara á tittis bar Já, fara á tittis bar Við langar að fara að sjá tittis Það verða tittis í kvöld Já, konan hans náttúrulega bara hvað er að gerast hérna? Við erum með krakkana hérna Ríkarður Óskar Já, hann var alltaf komin vel í það Hann er fljótur að finna á sig sko og hérna, vildi bara fara á tittis bar sko Vildi sjá tittis Það er ekkert ammælinn að fá tittis Já, ég segi það, það er bara þannig vildi hann meina sko. Og svo hérna fóruð þau að þrasum þetta sko og það var náttúrulega allt vitlaust og hann segir bara við konuna bara Ættu þessu Ríkarður Ég meina, hvað er málið segir hann? Ég meina, þú veist, ég er ekki að fara að klípi þér Ég er ekki að fara að klípi, ég er bara að fara að sjá tittis Þú er bara að fara að sjá tittis á tittis bar Þú getur bara komið með Já, þú getur bara komið með Það er ekki gett Já, og þetta var orðið svona og hinnir voru svona Já, ég slaka á henni Hvernig allir veðri sér heima? Já, en akkur förum við þá ekki bara á tittis bar Skilur við, það var bara komið þangað Við förum það bara öll bara Það er gilsarinn eitthvað Já, við gerum bara gott úr þessu En börnin þá? Já, það var nefnilega vissinni sko Því að það var svona barnagæsla á hótelinu En hún var ekki starflegt, hún var ekki í gangi þarna svona seint sko Ekki á tittisbarnum? Nei, hann var ekki heldur Nei, hann var ekki barnagæsla á tittisbarnum sko Nei Þannig að þau fóru þarna á svona tittisbar og krakkaði með ok það fór allt gengið maður Næsta kjaftaði sem ég heyrt og það var þá það var svona svolítið svona styrt þarna, þú veist, það var svolítið verið að gera þetta fyrir kallinn en þetta, hann er mjög þakkláttur með þetta það var heyrist allavega í honum sko bara til slúður frá því hátinn í dag og hann er lifir ennþá á þessu sko og þú búið að rata bara hinga strax já, en það var farið þarna á góðan tittisbar ertu það eitthvað meira það? Já, ég er fullt meira Það verða tittis í kvöld Já, það verða tittis í kvöld saman sko. En þetta var Herðu, og næsti það er hérna það kemur kannski ekki eitthvað rosalega óvart þessi hefur verið í slúðurinn áður en þetta er sem sagt Sigurður Hlöðversson hérna, dagskrárgerðarmaður Siggi Hlöð, já Hlöðmasín Já, Hlöðmasín Toppmaður, hann er mikill meistari og er hann ekki feskur bara? Er hann, hvað, feskur? Já Jú Nú hann er í slúðrunni það Já, hann er Ef þú ert að fara að koma með sama brandarann í 300. sinn Steinþór að þá bara skiljið ekki og skulir ennþá vinna við comedy Nei, sko, málið það, hann held upp á 50 sammæli Já, ok, það var mikið 50 sammæli settu dag Já, bara síðustu helgi Já, það var hrikalega mikið stuð og 80s tema og gekk mikið á og var hrikalega skemmtilegt kvöld maður sá eitthvað myndir þess á fjölmiðlum Já En síðan dó hann herðu, næsta kottum við síðasta slúður Steinþór, hann er búin að byrja með að hætta þessu Ég er ekki að grínast, hann er búin að fara í næsta slúður Sko,
Sko, hann búin að beða að hætta þessu bulli. Ég var að taka sopa kaffi. Já, svaka gaman, neytist þeim að, heyrðu, svo þóan. Nei. Ég sá Sigga hlupar hérna í fyrra dag, hann live and kicking. Já, hann náttúrulega í, æðislegum málum örglega. Og en það nýr meðlimur í slúrinu. Nýr? Já, það glæðir og það Gylfi Sigurðsson. Wow. Fótboltahetja. Wow. Og þjóðareign Íslendinga. Því miður hann að rata í slúðrið í fyrsta skipti og það ekki það gott að lenda hérna hjá mér í slúðrinu. Nei. Hvað gerir Gylfa sér? Sko, Gylfi náttúrulega meiddur. Já, hann meiddur. Hann nær HM sem fyrir öllum. Já, það rosalega góða fréttir. Og hann meiddur og það ég var að skoða viðtal við hann núna hérna inn á MBL og hann var að segja hann væri sko bara svona nokkuð sáttur við þetta. Já. Svona, hann búin að sætta sig við meiðslin og sérstaklega því hann getur fara að einbeita sér að áhugamálu sínu, sagði hann. Nú, hvað er það, golfið? Sem hann hefur sennilega ekkert mikið tíma til að vera að einbeita sér af sko. Hann mjög mikið í golfi? Já, nei, það ekki golfið, það er fuglaskoðun. Hann búin að vera... Fuglaskoðun? Já, það er fuglaskoðun. Gylfi Sigurðsson bara einhvern veginn í móa að skoða fugl. Já, sko, málið það, nú ég ekkert að stríða ykkur að hann sem sagt bara, hann út allt England sko, og að skoða fugla og skrifa skýrslur og hann búin að vera, þetta áhugamál hjá honum. Nei. Jú, og hann stendur bara, jú, hann sást til hann sitt í Liverpool daginn, hann stóð hann bara upp á okkur hól og bara með kíki og stílabók. Já, bara eins og mesta pervert bara fyrir utan, hann náttúrulega að skoða fugla en ekki hvað annað. Og stílabók sko, rúðustrykka. Ég kaupi þetta ekki. Nei, ekki. Ángríns. Ekki eina sekundu. Nei, ég sverða, hann að skrifa mikið niður, hann að fylgjast með snjótillingum og auðntillingum og... En ég meina, þetta ekkit, þetta slúður? Já, ég ekki slúður. Ég veit ekki. Þetta sé bara kjaftaði. Er það kjaftaði? Já. Herru, hringdi ég hann fyrir mig. Hringdi ég? Ég er með númer hans í það, já. Hringja í... Takk þetta blað. Já. Hringdu í hann fyrir mig. Hvað ætlar að segja? Nei, ég ætla bara að sanna fyrir ykkur. Þetta er áhugamálans. Ég ekkert að stríða ykkur. Hann sko... Gylfi Sigurðsson. Já, hann sendir alltaf greinar bara á Vísi og MBL og allt. Ég skal prófa að hringja. Þetta er fyrst þess að við hringjum í einhvern í íslensku stúri. Já, bara frontum hann. Þetta ekki. Ég skal tala. Já, Gylfi. Já, góðan daginn. Er þetta Gylfi Sigurðsson, fótboltakappi? Já, svo maður, veikatala ég. Þetta er Steindi hérna, ég hringi úr beinni útsendingu hér á FM 957. Hérna, já, ég var rétt að fjallum því hérna í þættunum, ég ætlaði bara svona rétt að heyri í þér, ertu að sinna áhugamálun akkurat núna? Já, ég reyndar að því, ég að sinna áhugamálun akkurat núna. Já, og afsakið, ég verð enga stund, hvar ertu núna? Stattur? Ég hérna bara rétt fyrir utan Höfn og Hornafirði. Já, þú ert á landinu bara? Hvað segir þið? Já, þú ert á landinu og hvað ertu að fjallum, ertu að skoða hérna ránfuglana eða eru þið að sækja í smáfuglana eða? Nei, ég að skoða farfugla, þeir alveg að streyma til landsins núna, sko, það Nú það? Já, svo að voru sér svona frekar, náttúrulega ekki komið en þeir að streyma til landsins, það alveg greinilegt. Hrikalega gaman að heyra það, þú að reyna að ná myndum að því og skrifa út góða skýrslu. Halló, ég sagði þú var endilega að henda í góða skýrslu og senda á fjölmiðla. Gylfi minn, ég heyri þá bara betur í þér, þú reynir kannski að ná góðu myndum af þessu. Já, ég var nefnilega að voru að koma hérna 4 heiðlúr, það bara hérna tóni, hérna rétt fyrir utan hérna Hornafjarðarflugvöll. Það ekkert smákvartar. Já, þú verður að taka mynda þeim. Já, ég tek mynd og sendi þetta, bara takk fyrir að hringja. Já, blessaður. Þetta er sennilega mest að kjæmta sem ég hef það. Ég sagði þér það. Já, þetta var ekki Pétur á henni þennan á línunni. Nei, hvaða bull er þetta? Tomb Raider. What's your name? Lara Croft. Alicia Vikander Lara Croft, byggð á einu vinsælasta tölvuleik allra tíma. You shouldn't have come here, but I'm glad that you did. Tomb Raider komin í bíó. Quesadillas, burrito og taco. Og bragðlaukarnir verða alveg loco. Serrano. Fresh, happy, Max. St. Patricksdagurinn verður haldinn hátíðlegur laugardaginn 17. mars. Ísk stemming og tilboð á öllum helstu börum bæjarins. Mætum, gleðjumst og fögnum saman heiligum Patrik.
Heyrðu, hingraðu aðeins. Lestu þetta á meðan, ég kemur til smá. 10-11, allt í einum grænum. Hvort finnst þér betra, góðu páskaegg númer 4 eða góðu páskaegg númer 5? Þú getur auðvitað líka bara fengið þér hvorutveggja. Hvar leynist góðu ekki þitt? Laugarásbíó kynnir ný viðmið í bíóupplifun á Íslandi. AXL. Sjáðu nýjustu myndirnar í bestu mögulegu gæðum. Laugarásbíó. Bara lúxus. Voxis hálsmixtúra með lakrísbragði og Voxis hálsmixtúra með engiferbragði. 2 bragðgóðar nýjungar við særendum í hálsi. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica. Þar allt sem ég. Það 130 miljónar risapottur helgina. 1x2 við tippum. Allt sem þarf fyrir stóra daginn. Því að þín fermingin, veislan og dagurinn að eilífu. Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind. Opið til 11 í kvöld. Roadhouse. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitness. FM 95 Blö á FM 957 og við ætlum að henda Pétur í dagskrálið sem heitir Komdu Norðunum. Já. Við vorum með þetta á sinni tíma, ég og þú. Er það? Já. Í þessu formi? Við ætlum aðeins að leika okkur með, núna þetta allt línur og bíómyndum svo þú ætti að koma inn. Já, bíómyndum eða þáttum. Já, þú vildi koma inn einhverju frá Teletubbies, hvaða línu er það, sagður? Nala's knees are all dirty. Þetta sagt í Teletubbies? Já, Nala, hún er í Teletubbies. Já. Og einn daginn þá kom hún inn með rosa skítu hné. Og það er rödd sem að sagði, oh look, Nala's knees are all dirty. Og svo endur tók hún Nala's knees all dirty. Ok, Nala's knees all dirty. Þú tekur þá línu. Já. Þú tekur that's just the way the cookie crumbles sometimes. Ég var til í að fá It's better be dead and cool than alive and uncool. Wow, geggju lína, Marlboro Man, Harley Davidson and the Marlboro Man. Og ég er búin að skrifa á það okkar og Steindi líka, ertu tilbúin? Ég er tilbúin, ok, þannig að ég má tala venjulega. Já. Ég má gera allt venjulegt. Já. En ég verð bara að koma þessum línum að. Já, ég ætla að byrja að hringja í bakari. Og ég þarf að segja þær með miklum áhrifum. Já, voru að vera svona Eastwood svalur. Ok. Tilbúin? Já, ég er tilbúin. Þú verður nú létt með að vera svalur. Það ert að grínast. Ég vaknaði þannig í morgun. Cool. Já, góðan daginn. Þú mig vantaði verð hjá þér í nokkrar vörur. Já. Ég þarf að fá verð hjá þér í bara rúmstykki. Er þetta bara tóm? Já, bara ein tóm. Já, það er 140 krónur stykki. Nala's knees are all dirty. Hæ? Hvað segirðu, hvað kostar rúmstykki hjá þér? 140 krónur. 140 krónur? Well, that's just the way the cookie crumbles sometimes. Lagði hún á? Nei! Jú, býtu. Ég gerði ekki neitt! Tíu með hvað þetta fyndið maður. Herru, Blöða, prófum eitt nýtt. Við verðum að fá eldri konu, ég segi saumastofu. Saumastofa? Já. Þannig að eitt bakari og ein saumastofa? Já, reynum það allavega. Já, hringdi, já, beint á saumastofu. Ok. Já, ég held að saumastofur hafa alltaf gefist ágætlega, sko. Ok. Samt meinti ég ekki dílt með þessu eldri konu, bara svona, bara þannig að sé ekki einhver miskilingur að núti og fólk sé ekki að keyra út af þessu. Já, góðan daginn. Halló? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Heyrðu, mig vantaði verð hjá þér, hérna, ég er nefnilega með jakkaföt, bara gróft áallega, ég er með jakkaföt sem ég þurft að láta svona minka, eða þannig. Stitabuxur og svona þrengja buxurnar og jakkan og svoleiðis. Hvað kostar til dæmis bara stitabuxur? Þetta eru bara svona venjulegar jakkafattabuxur. Er þetta með slítbandi eða? Já, ég held það. Þá er það 2.9. Nala's knees are all dirty. 2.9 segir. Já, en svo getur líka sleppt slítbandir og vilt, sko. Wow, Nala's knees are all dirty. Já, ok, hérna, en að þrengja þær, er það? Þá var það 2.5. Well, that's just the way the cookie crumbles sometimes. Hæ? That's just the way the cookie crumbles sometimes. Hver er þetta?
Ég reit ég. Herðu, hérna, ok, þá það bara jakki sem að þarf að stytta ermarnar og líka bara jakkan í rauninni. Við getum sagt það kannski jafnvel 50.000 kall. Well, it's better to be dead and cool than alive and uncool. 5 og hvað sagðirðu? 5. 5 og 5. Okay. Nei, já, bara 5.000, 5.000, já. Escape the burning hotel. Ég skilur þig. Escape the burning hotel. Þá þetta tæp 10.000. Og svo hérna ermarnar, það eru svo sér sko. Já, fyrirgefðu. Já, þá það svona 3 og 5. Well, that's just the way the cookie crumbles sometimes. Hvað heitir þú? Ég heiti Guðni. Ok, Guðni. It's better to be dead and cool than alive and uncool. Þá þetta svona tæp, já, þetta hérna í kringum 12.000 allt saman. Ég ekki alveg fullir þetta þegar ég búin að sjá þetta. Whoa, the big one. The final bank heist. Herðu, takk fyrir þetta. Ok. Já. Bye. Þetta svo mikið kjaftaði. Og þið tveir að skrifa þessa þvælu. Þetta falleg kjaftaði. Já, ég veit það ekki maður. En ég menna, þú veist, ég losna aldrei við hana, sko. Nei, þú losnaðir mjög snemma við. Hann má segja að saumastofur eru þólum, það er meiri þólum að saumastofum heldur en í bakari. Já, Sia og hvað heitir hann? Sean Paul eða eitthvað sem neðinni. Já, þetta geggjalag. Lagið Cheap Thrills, en já, það eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í dag. Pétur búið að vera sannur heiður að hafa þetta með okkur. Já, myndir ekki segja að nafnið á þessu lagi væri vel viðandi. Enda þáttinn á Cheap Thrills. Það svolítið bara þessi þáttur Cheap Thrills. Vonandi að þið gaman að kæru hlustendur og eigi góða helgi. Pétur, hvernig er helginni á þér? Búið að vera geggja að vera hérna. Hún er róleg bara. Já, þægileg helgi. Bara einn kósi á gamla kallinu. Já, ég ætla að reyna það bara. Já, en þið? Það er eiginlega bara svipað. Við erum að fara Ólafsvík á morgun við Steindi að skemmta. Annars bara kósi í kvöld. Tindastóll að keppa við Grindavík og mikið óbáslega vona ég að stólarnir komist í 1-0 þar með fullri virðingu fyrir Grindvíkingum sem toppfólk líka. Það eru erfiðir. Á Grindvíkingarnir. Í körfunni. Já, þetta getur erfitt. En stólarnir með gotli. Ég byrjaði að halda með tindastól í körfu. Ég tók ákvörðun. Strákandi voru að tala að væri, hvað heit aftur leikmaðurinn? Hann heitir Hester, en þú helst hann heitir Fester eins og Uncle Fester í Adams Family. Þessna heldur Steindi með tindastól. Já, málið það, ég heyrði það að vera að tala Fester. Hvað, í Adams Family? Nei, við erum að tala Hester, maður. Eitthvað körfuboltamann í tindastól. Já, ok. Það er minn maður. Ég ætla að aðtöða nú með hvað hann er og ég ætla að fá með treyju með hún. Með Hester. Já, Hester. Það er upp á leikmaður minni í íslenska Þú skulda mér líka leik í úrslitakeppninni eftir ég fór með þér á afturheldingu. Sá leikur verið tekinn núna. Já, nú er ég ekkert að stríða þér úti. Ég er sko hardcore tindastóls aðdáðandi. Það er gaman. Þú veist, ég líti ekki á öðru liðum. Þú kemur mér og Svessa til Grindavíkur. Já, það er bara hann. Það er komið að lokum eigi góða helgi, kæru hlustendur. Við verðum mættir hér næsta föstudag. Þá er Egill komin heim frá Tenerife. Þannig að við ættum að vera með fullmannað lið hér í næsta þætti. Og Pétur, þú voru að koma sem allra fyrst aftur. Já. Þó var ekki bara til að halda áfram með línurnar úr bíómyndum. Já, bara ódöðlegt stöf. Hvað sagði aftur Lala í Teletubbies? Nala's knees are all dirty. Herre. Hádegisverðarpottur FM 957 og El Santo. Þú skráir þig og þinn vinnustad eða vinahóp á fm957.is og þú getur unnið gómsætan hádegis. Stemningin síðast var ótrúleg og því bjóðum við íslensku. Fermingarbomba. 20-60% afsláttur af öllu út vikuna. Kíktu til okkar á Krókál 6 eða inn á 24iceland.is. Það verður ska í skúrnum og rockabilly í reiðhjólageymslunni. Spotify Family hjá Símanum. 6 aðgangar og öll fjölskyldan streymir tónlistinni fyrir 0 krónur á farsímanetti Símans. Þú getur meira með Símanum. Getur þú líka fengið Krispy Kreme kleinurhingi í Hagkaup Garðabæ, Spöng og á Eiðistorgi. Krispy Kreme. Það er Toyo í kortunum. Hvernig sem viðrar. Toyo harðskiljaðekk fyrir öryggið og umhverfið. Nestek. Matur sem kemur þér í betra skap. Serrano. Fresh, happy, Max. Vertu fyrstur í heiminum til að smakka. Komið í verslanir. Amino Energy. Garðs apótek. Einkarekið apótek yfir 60 ár.
Garðsápotek, í leiðinni og land allt. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957.